Já, komið þið sæl. Ég ætla að segja ykkur svolítið frá mistilteininum á þessu Hrafnaþingi. Ég sendi þeim nú svona tvær tillögur að erindum í haust þegar voru auglýst eftir erindum. Annað var svona fræðilegt erindi gróður í mýrum og hitt svona ykkur léttleiki í mistilteinin. Og það kom svar eftir hálfa mínútu og það skildi vera mistilteinin. Svo ég var bara að hlýða því, en hins vegar veit ég eiginlega ekkert mistiltein. En reyndi að tína eitthvað saman hérna í tilefninu og þið eru þá fyrstu fórnarlömbina sem að fáið að hlusta á þetta. Nú ég var aðeins að skoða þarna yfirlit yfir Hrafnaþingin og tók eftir því að við erum líklega að fylla núna 10 árin núna undir áramótin. Fyrsta Hrafnaþingi var haldið í janúar 2003, þannig að við erum að ljúka núna 10. árinu sem mjög ánægjulegt. Gaman að vera hér síðastur á þessu 10. ári. Nú þessi saga sem ég ætla að segja ykkur, hún byrja nú í Kína, því að nú sum heyrt af Kínaferðinni og séð myndir úr henni. Þannig var að í fyrra vor 2011 þá fór ég á fund til Kína, til borgar sem heitir Harbin, sem þarna í norðaustur Kína og austan við Mongólíu. Þarna hafði ég aldrei komið og ekki heyrt þessa borg nefnda. Og aldrei náttúrulega komið til Asíu eða Austurlanda, þannig að þetta var svona mjög framandi umhverfi fyrir mér. En þetta svæði, það svona svipaðra í breiddargráðu og norðurfylki Bandaríkjanna, sem sunnan Kanada. Nú erindið mitt þarna var að skoða þarna lítið eldfjallasvæði, þar sem eru svona lágar eldborgir og hraunbreiður. Og þetta þjóðgarður í Kína og þarna eru merkilega jarðfræðilegar minjar og þeir eru að reyna að koma þessu inn á heimsminjaskrá Sameinuðu þjóðanna og fundurinn var haldinn í tilefni af því. Þeir buðu þarna nokkrum mönnum og konum sem hefur unnið að því að tilnefna svæði á heimsminjaskrár og ég var hafði unnið að þessu með mörgum hér á náttúrufræðistofnun að því að tilnefna Surtsey á heimsminjaskránni, að vinna skýrslu Surtsey á sínum tíma, þannig að þetta tengdist nú því. Og þarna var land svona lítið spillt og mjög náttúrulegt, sem kannski frekar óvenjulegt við svona þéttbýl svæði eins og Kína en þetta var mjög fallegt svæði. Þetta var í byrjun maí, þannig að skógurinn var ólaufgaður. Það voru svona rétt að byrja að sjást í brum á trjám. Og við vorum þarna meðal annars leidd skógarsvæði og hraunbreiður. Þannig erum við að fara inn í einn skóginn, þann elsta sem á þessum hraunum og hann mun vera nærri því 500 milljón ára gamall. Eða jarðvegurinn núna, hraunin eru það gömul, þar sem við fórum þarna. Og þarna vex birki og eikur og lerki. Og fallegar lyngrósir, þar voru þarna að byrja að blómstra, þannig að þetta var svona það sem fyrir augu bar. En það sem vakti athygli mína meðal annars þarna, það var þegar maður leit upp í birkitrén, þá sá maður þá tók maður eftir þessum vöndum sem maður sér ekki hér á Íslandi, í birkinu og ekki heldur svona í norður Skandinavíu. Og ég fór svona að spyrjast þetta og grunaði nú kannski, hafði einhverja hugmynd hvað þetta gæti verið. Og þarna sjáum við í fjarska, þarna eru birkitrén með þessum vöndum í, eða brúskum, grænu brúskum. Og þetta var hvítstofna birki sem heitir Betula platyphylla og útbreitt á þessum slóðum og upp í krónunum voru vendirnir sem reyndist vera mistilteinn. Og þarna svona smá nærmynd af mistilteini sem ég tók þarna. Og þetta var í fyrsta sinn sem ég sá mistiltein að ég held nokkuð tíma. Þannig að mér þótti þetta mjög áhugavert. Og við könnumst öll við sögnina mistilteinin í Snorra-Eddu, en hins vegar vex ekki mistilteinn á Íslandi. En þegar að heim kom þá fór ég svona aðeins að leita mér eftir upplýsingum mistilteinin
Og þá víkur nú sögunni aftur til Íslands og að Reykholti þar sem að Snorri Sturluson bjó. Og hann var náttúrulega okkar mikli sagnaritari, fornöld, og skrifaði Snorra Eddu á 13. öld og sem svona grunnrit ásatrú, forna siði. Og í Gylfaginningu Snorra Eddu þar einmitt sagt frá ásatrúnni og mistilteininum. Og ef við skoðum það aðeins nánar, þá er það Baldur hinn góði. Við lærðum flest held ég og munum eitthvað á goðafræðinu Baldur, guðinn Baldur hinn góða eða hvíta, og lýsing á honum sem kemur úr Gylfaginningu, en þar segir Baldur að hann annar sonur Óðins Baldur og frá honum gott að segja. Hann svo fagur álitum og bjartur, svo að lýsir af honum, og eitt gras svo hvítt að jafnan til Baldurs brár. Það allra grasa hvítast og þar eftir máttu marka fegurð hans bæði á hári og líki. Hann vitrastur ása og fegurstur talaður og líksamastur. En sú náttúra fylgjur honum að engi má haldast dómur hans. Hann býr þar sem heita Breiðablik, það á himni, í þeim stað má ekki vera óhreint, svo sem hér segir, og síðan kvæði sem þýðir nú ekki hér. En í Gylfaginningu þar sagt frá vígi Baldurs, og ef ég les aðeins, rifjum það aðeins upp, það í 49. kafla. Þá mælti Gangleri, hafa nokkur tíðindi orðið með ásonum. Allmikið þrekvirki vann Þór í þessari ferð. Hár svarar, vera mun að segja frá þeim tíðindum mér þóttu vert ásonum. En það upphaf þessara sögu að Baldur hinn góða dreymdi drauma stóra og hættulega líf sitt. En hann sagði ásonum draumana, þá báru þeir saman ráð sín og var það gert að beiða griða Baldri fyrir alls konar háska. Og Frigg tók svardaga til þess að eyra skyldu Baldri eldur og vatn, járn og alls konar málmur, steinar, jörðin, sóttirnar, dýrin, fuglarnir, eitur og ormar. En þetta var gert og vitað, þá var það skemmtun Baldurs og ásanna að hann skyldi standa uppi á þingum, en allir aðrir skyldu sumir skjóta á hann, sumir höggva til, sumir berja grjóti. En hvað sem var gert sakaði hann ekki, og þótti þetta öllum mikill frami. En þá þetta sá Loki Laufeyjarson, þá líkaði honum illa Baldur sakaði ekki. Hann gekk til Fensalar, til Friggjar, og brá sér í konu líki. Þá spyr Frigg, ef sú kona vissi, hvað æsir höfðust að á þingum. Hún sagði að allir skutu að Baldri og það að hann sakaði ekki. Þá mælti Frigg, eigi mun vopnið að viðir granda Baldri, eyða hef ég þegið af öllum þeim. Og þá spyr konan, hafa allir hlutir eyða unnið að eyra Baldri. Þá svarar Frigg, vex viðar teiningur einn fyrir vestan Valhöll, sá mistilteinn kallaður. Sá þótti mér ungur að krefja eiðsins, því næst hvar konan á braut. Nú síðan með framhaldið. En Loki tók mistiltein og sleit upp og gekk til þings. En Höður stóð utarlega í mannhringnum því hann var blindur. Þá mælti Loki við hann, hví skýtur þú ekki að Baldri? Hann svarar, því að ég sé eigi hvar Baldur og það annað að ég vopnlaus. Þá mælti Loki, gerðu þó í líking annarra manna og veit Baldri sæmd sem aðrir menn. Ég menn vísa þér til hvar hann stendur, skjótað honum vendi þessum, segir hann.
Það getur það að segja vendi. Höður tók mistiltein og skaut að Baldri að tilvísun Loka, flaug skotið í gegnum hann og féll hann dauður til jarðar. Og hefur það mest óhapp verið unnið með goðum og mönnum. Þá Baldur var fallinn, þá féllust öllum ásum ortök og svo hendur að taka til hans og sá hver til annars og voru allir með einum hug til þess unnið hafði verkið. En enginn mátti hefna, þar var svo mikill griðarstaður. En þó æsirnir freistuðu að mæla þá var hitt, þó fyrr að gráturinn kom upp, svo að enginn mátti öðrum segja með orðunum frá sínum harmi. En Óðinn bar þeim mun verst þennan skaða, sem hann kunni mest að skyn, hversu mikil aftak og missa ásunum var í fráfalli Baldurs. Svona þessi lýsing. Og þetta las maður sem barn í barnaskóla og þetta hafði svona áhrif, maður allavega tók eftir þessu að mundi þetta og ef til vill kann það nú að hafa einhver áhrif á mig að sjálfur ég Laufeyjarson og félagar mínir voru stundum að stríða mér og segja að þetta væri frændi minn eða jafnvel bróðir hann Loki og ég væri slægur og líkur honum en kannski situr þetta ennþá betur í mig fyrir bragðið. En það má finna miklar upplýsingar auðvitað þetta allt saman í bókum og á netinu. Hér gömul mynd frá 1902 sem sýnir og að sýna Baldur þar sem hann stendur og það skotið á honum spjótum, kastað grjóti, skotið örvum en allt ekkert hittir. Það ekkert sem að getur sært hann. Hann ósnertanlegur. Nú hér myndskreyting úr íslensku handriti, ég þekki það nú ekki úr hverju það komið, það mun vera frá 18. öld. Þá sjáum við þarna höður að vinna á Baldri og hann stingur í gegnum hann teinungi. Gylfaginningu var sagt að það hefði verið kastað á honum vendi, þannig að ekki hafa menn greinilega þekkt nákvæmlega mistilteinin og náttúru hans en þarna þetta sýnt á annan hátt. Nú víkur sögunni aftur út í heim og þá ætlum ég aðeins að fara yfir það hvers konar plöntur mistilteinar eru, hvar þeir vaxa og hvernig þeir fara að, þeir hafa nokkuð sérstakan lífsferil og hvaðan kemur þessi átrúður og sagnir mistilteinin. Nú mistilteinar þetta eru mjög stór hópur plantna, þetta telur 1300 tegundir af 5 ættum og þær eru allar undir ættbálkum Santalales. Við höfum ekki plöntur af þessum ættbálk hér á landi, þetta mest hitabeltis plöntur með frekar þykk blöð eða leðurkennd blöð. En mistilteinar, það eru svona fremur lífshættirnir en skyldleikinn sem sameinar þá. Þeir eru flestir ásettur eða hálfsníklar á trjám og fleiri plöntum og afla sér vatns og steinefna úr hýsilplöntunum rótarþræði sem þeir senda inn í viðinn. Og þessir stærri mistilteinar sem við þekkjum nú best, þeir hafa sígræna stöngla og blöð og ljóstílafa og sjá sér að hluta til fyrir sykrum. Síðan eru til það sem kallaður dvergmistilteinar sem eru miklu smærri, sníkja á barviðum og þeir hafa ekki blöð en eru eiginlega algjörir sníklar. En megin útbreiðsla mistilteina á hlýrri svæðum jarðarinnar. Og uppruni, þeir eru sem sagt taldir upprunnir í hitabeltinu, þar sem að samkeppni mikil, jarðvegur frekar snauður, þannig að það svona lífsmáti að reyna að sníkja á öðrum plöntum. Og þetta gera mistilteinarnir, en við lok síðustu ísaldar þá talið að hafi orðið mikil þróun í mistilteinum þegar að hlýnar, skógarnir breiðast út norður- og suðurhvel og mistilteinarnir fylgja skógunum. Þannig að það verða þeir fara í útrás. Nú, þarna svona ættartré yfir þennan ættbálk og það í 5 ættum þar sem að finnast mistilteinar. Það talið að þeir hafi tekið upp þessa lifnaðarhætti svona ekki
já, hver á sínum stað í trénu, en þetta sé ekki allt komið að sama stofni. Hér sjáum við dæmi ólíkar tegundir mistilteina, þarna lengst til vinstri. Það er stórvaxinn mistilteinn sem vex á eukalyptus í Ástralíu. Í Ástralíu eru, held ég, 80 tegundir mistilteina. Síðan sjáum við hérna annan nokkuð blómfagran á eikatré í Mexíkó og síðan hér til hægri, þar sjáum við svona vansköpuð barrtré í Bandaríkjunum í Oregon og það er af völdum dvergmistilteina sem að valda svona misvexti í trjánum og óskapnaði og myndast svona greina þyrpingar eins og við sjáum þarna lengst til hægri. Þannig að þetta er mjög breytilegt. En það eru samt þessi blaðmiklu mistilteinar sem við erum aðalega að tala um hér. Nú mistilteinar og fuglar koma mjög við sögu mistilteinana. Frædreifing þessara stærri mistilteina, hún er fyrst og fremst með fuglum. Þeir éta berin og dreifa fræjunum, en einnig gera það smávaxin spendýr á hitabeltissvæðum, smávaxin spendýr sem að lifa upp í trjákrónunum. Og hvert lenda svo fræin þegar fuglarnir eru búin að éta þau? Og þau vilja ekki fara niður á jörðina, þau þurfa að haldast upp í trjákrónunum og þess vegna eru fræin slímug og límkennd á vetrarborði og þau festast í trjágreinar þegar þeim er dritað eða losna frá fuglunum og spíra þar. Einhver falla til jarðar og auðvitað komast ekki á legg þar en það eru sem fuglarnir sem að skipta þarna miklu máli. En dvergmistilteinar hins vegar, þeir hafa aðra lifnaðarhætti. Þeir skjóta af sér fræinu, það er ekki, koma fuglar ekki þar við sögu, en við fjallum ekki nánar um það. Nú fuglar eru einnig taldir mikilvægir við fræfun þessara stærri mistilteina, en þeir geta líka verið vind- og skordýra fræfaðir. Nú ef við lítum aðeins nánar á fugla, þá eru fjölmargir fuglar sem éta ber mistilteina, og hér suður í Evrópu þá er það mistilþrösturinn, hann er kenndur við mistilteinin, Turdus viscarius, Viscivorus, sem er stór þrastartegund, ég held að hann er stærri en þrösturinn okkar. Hefur hann ekki slæðst hingað þessi fugl? Sést hérna, hann hefur orpið hérna. Jæja. Og hann er sérhæfður á ber mistilteinsins og étur þau eru nú ekki mjög litfögur svo sem, en flestir fuglar dragast af skærlitum berjum, en hann étur ber mistilteinsins eins og fleiri fuglar. Þetta gengur í gegnum hann og síðan dritar hann þessu og þið sjáu að slímið úr berjónum, hann meltir það ekki og þetta er límið sem að límir berin við trén og greinar. Svo er annar fuglategund sem hettusöngvari sem kemur hingað held ég á hverju ári og sést hér. Hann er líka önnur tegund hér í nágrannalöndunum sem étur ber af mistilteini og hér er mynd af honum þar sem hann er að éta mistilteinsber. En hann fer öðruvísi að hann afhýðir held ég berin og étur innihaldið en losar sig svo við fræið, hreinsar gogginn og nuttar því við trjágreinar og þar festist það. Þannig að það gengur ekki gegnum hann á sama hátt og fræið eins og hjá mistilþrestinum. Nú, fræin þau spíra síðan á trjágreinunum og það getur tekið allt eftir ár þangað til að birtist svona grænn teiningur en þetta finnur rifur eða einhver ör á trénu og fer þar innum. Þræðirnir ganga inn í sáldið og viðaræðarnar þess að það nári í vatn og næringu og síðan byrjar hann að vaxa og getur vaxið eins lengi og greinin eða tréð lifir væntanlega í áratugi eða jafnvel 100 meiri en öld eða hvað. Nú mistilteinar þeir eru víða taldir lykiltegundir í skógarvistkerfum. Þeir eru nú víða svo sem illa séðir í skógrækt og á ávaxtatrjám þar sem þeir geta verið að taka sinn toll af trjánum og draga úr uppskeru.
en í vistkerfum eru þeir taldir skipta miklu máli og auka mjög líffræðilega fjölbreytni. Þeir eru mikilvæg uppspretta fæðu fyrir skordýr, fugla og spendýr. Og brúskarnir, mistilteins brúskarnir, þetta eru hreiður og hvíldarstaðir fugla og spendýra. Og þeir viðhalda þessum fjölbreyttu dýralífi og líffræðilegri fjölbreytni. Og það hefur, rannsóknir hafa leitt í ljós að það sem að mistilteini hefur verið eytt í skógum, að þar dregur jafnframt úr dregur úr líffræðilegri fjölbreytni eða fækkar dýrategundum. Nú þá komum við að mistilteinunum í Evrópu sem heitir viskum albúm. Viskum þýðir límhlaup, albúm útskrifað blað eða hvít örk. Og hérna sjáum við berin, þetta eru kven- og karlplönturnar eru aðskildar. Hér eru kvenplöntur með berjum. Í safni Náttúrufræðistofnunar Íslands eru til eru 8 eintök af mistilteinum og eitt þeirra er hér á borðinu sem þið getið kíkt á eftir. Þessi eintök eru komin úr söfnum í Noregi og Svíþjóð. Hér sjáum við teikning af honum. Það eru liðir á greinunum, það sem þeim brotnuðu auðveldlega og hérna blómin láta nú ekki mikið á sig bera en þau sitja þarna í milli blaðana á þessum greina endum og berin, sjáum þetta þarna, og berin þar á milli líka auðvitað. Þetta getið við skoðað betur á eftir. Útbreiðsla mistilteinsins í Evrópu, við sjáum hana hér, hún er svona mestu leyti sunnan 50 gráðu, sem sagt sunnanvert Bretland, meginland Evrópu, suður Ítalíu til Grikklands. En þið sjáið að hann nær lítið upp í Skandinavíu. Hann er ekki í Skotlandi og rétt syðst í Noregi og Svíþjóð, ekki í Finnlandi. Þannig að hann hefur þessa evrósku útbreiðslu. Og þannig að hann er mjög sjaldgæfur á Norðurlöndum og hefur eflaust, þessar sagnir mistilteinir eru eflaust komnar sunnan úr Evrópu, þessi átrúnaður sem við komum að betur á eftir. Það má geta þess að mistilteinn er fyrsta plöntutegundin sem var friðlýst í Noregi. Og það var árið 1956 að konungur gaf út tilskipun verndun mistilteinsins. Hann er vernduplantað þar vegna þess hvað hann er sjaldgæfur. En ég rakst á þetta, að þetta kom í fréttir í Finnlandi 2003 og það var talað botanical sensation, eða hvernig skýrum við það? Það er svona grasafræðileg stórfrétt að mistilteinn fannst í Finnlandi. Og á eplatré þarna í þessum bæ í suðvestur Finnlandi. Og það hafði fólk fylgst með honum þarna. Þetta var 2008, hann hafði vaxið á þessu tréð þarna í 5 ár og þarna mynda honum 2008. Og síðan var farið að grennslast betur að þessu og þetta þá voru það þarna hjón sem voru mjög áhugasöm trjárækt og voru með ávaxtatré, eplatré og hafði einnig áhuga mistilteinum og þau höfðu farið til Stokkólms og náð sér í ber og smita tréð sitt eða sett fræin á tréð og þannig var mistilteinin í Finnlandi til komin. Nú hér sjáum við síðan heimsútbreiðslu mistilteins eða viskum ættkvíslarinnar. Hún er sem sagt ekki bundin við Evrópu, heldur nær hún austurum, Mið-Austurlönd og upp til Kína og það er einmitt þar sem að ég sá hann. Þó að það hafi ekki verið nákvæmlega þessi sama tegund eða þá er það svona undir tegund, viskum ætt líka. Og þeir eru í suðurhluta Afríku og þarna Eyjaálfu og í norður Ástralíu. Nú hýslar mistilteins. Mistilteinin, viskum albúm, hann á sér óvenju marga hýsla. Dvergmistilteinar, þeir eru oft bundnir við eina tegund, en viskum albúm, hann er þekktur á yfir 450 tegundum.
undirtegundum plantna. Þannig að hann svona mjög fjölþreifinn eða fjöllindur. Flestar eru þessar tegundir af rósættinni og það eru þarna meðal annars víðitegundir, ösp, reyniviðir, furur og af íslenskum tegundum sem maður sér á þessu lista þá má nefna hann vex á birki, Betula pubescens, hann hefur fundist á fjallgrapa og reynivið. Þannig að við erum með þessi tré hérna sem gætu borið mistiltein ef það hlýnar verulega. Nú í Ameríku þá eru margir mistilteinar en svona þekktastur þessi blaðmikli, það sem kallað stundum ameríski mistilteinin sem vex í suðurhluta Bandaríkjanna svona upp til norðurhluta Oregon og New Jersey en hann fer ekki inn í Kanada. Nú mistilteinn og átrúnaður, ef við komum þá að því, þá greinilegt að það erfitt að grafa upp hvar þetta byrjaði. Þetta bara í forneskjunni. Fylgt manninum frá ör og valda. Og þetta átrúnaðurinn aftan úr grárri forneski í Evrópu. Plíní hinn eldri, náttúrufræðingur og mikill ritari í Róm fyrir Krispurð. Hann skrifaði mistilteinin og siði honum tengda, eða kom inn á það. Og þar var, á þessari tíð, þá var mikill átrúnaður á trjám, sérstaklega eikartrjám og það voru helgar eikur og á stundum óx á þeim mistilteinn og hann var álitinn vera sending frá guðunum eða það sem óx á þessum helgu eikum, það hlaut að vera sending frá guðunum. Nú þegar að eikurnar sölnuðu á haustin og felldu laufin, þá var mistilteinin meira áberandi, brúskarnir, hann sígrænn, þannig að lífið viðhélst í mistilteininum, líf trésins viðhélst í mistilteininum. Og sennilega þetta einhverju leyti sprottið af þessu, en mistilteinn var við töldum að hann væri verndaður af dularöflum gegn öllum miska og með því að skera mistilteinin af trénu þá fékk maður gat maður fengið eitthvað dularkraftinu sem í honum bjó og gat beitt honum til lækninga og sér til verndar. En það fylgdi böggull skammrifi, maður varð að gæta þess að mistilteinin, þegar var búið að skera hann af trénu, hann snerti ekki jörðina því þá misti hann lækningamáttinn. Þannig að ef þið einhvern tímann ykkur er gefinn mistilteinn, þá verðið að gæta þess að missa hann ekki til jarðar. Og mistilteinn, það er þekkt að hann var í hávegum hafður hjá fornkeltum og sem að keltneski kúltúrinn hann teygði sig yfir stóran hluta Evrópu. Það var ekki eingöngu á Írlandi eða Suður-Bretlandi. Og þeir báru virðingu fyrir þessum gullnu sveipum mistilteinsins með skínandi hvítum berjum sem við héldu lífi eikarinnar yfir veturinn. Og meðal þeirra þá voru trúarlegar athafnir vetrarsólstöður þegar dagurinn var skemmstur og þar lék mistilteinin stórt hlutverk, kom þar við sögu. Sömuleiðis sumarsólstöður eða Jónsmessuna, þá var mistilteinn skorinn af veikinni með gullinni sigð við upphaf hátíða og það sem að dýrum og mönnum var fórnað. Nú, þessir siðir þau lögðust svona mikið til af með kristni, allavega stóðu menn ekki lengur í blóðsúthellingum. Það mátti ekki koma með mistilteinin inn í kirkjur, það þótti ekki. Það var gerður útlegur úr kirkjónum eða mátti ekki koma inn í guðshús en svona honum var áfram blótað á laun, ef svo má segja. Og hér sjáum við mynd af útbreiðslu keltneskra menningar eða kelt á 3. öld fyrir Krist. Þá sjáum við að þetta svona nokkuð líkt útbreiðslu mistilteinsins sem við skoðum áðan. Þannig að þeir hafa þekkt mjög vel til hans og hann hefur vaxið í skógunum þar sem þeir lifðu og hrærðust. Nú, þegar að
kom nær okkur í tíma, svona á miðöldum, þá viðhélst þessi trú á mistilteinin einkanlega út sveitir og alþýða manna taldi að mistilteinin væri allra meina bót. Það var sofið honum seyði og hann var talinn hafa lækningamátt og reyndar enn í dag. Hann var hengdur upp utandyra til að fæla frá illa anda, hafður í gripahúsum eða við dyr þeirra til að vernda kýr og hesta fyrir göldrum og ófrjósemi. Í Svíþjóð þar var hann hafður í húsum til að koma í veg fyrir eldsvoða og í Wales settu menn hann undir koddann til að svo þeir myndu dreyma fyrir óorðnum hlutum eða daglátum. Þetta eru svona nokkuð dæmi þessa trú. Nú, síðan það mistilteinin og ástleitni. Hún fer að tengjast jólahald á Bretlandseyjum á síðari öldum. Og menn settu upp mistiltein í húsum og að kyssast undir mistilteininum, þetta þekkjum við úr lögum, margir textar þetta, það verður útbreiddur siður. Og virðist vera, ég held á 16. öld þetta orðið bara mjög útbreitt Bretland. Og þetta tengist líklega gamalli trú það að mistilteinn hafi góð áhrif á getnað og frjósemi manna. Og sumir telja þetta stafi af því að menn hafi talið eða sjáu einhverja líkingu í berjum mistilteinsins og innihaldi og sæði mannsins. Það sé jafnvel komið úr mistilteininum. Þannig, en þetta hefði mér nú aldrei dottið í hug. Nú, þannig að Bretland eiginlega svona hjarta mistilteins síðana. Hér sjáum við gamla mynd frá því, frá London 23. á Þorláksmessu 1882. Þú manst ekki eftir þessu, Sturla? Ég svo gaman þegar ekki 1882. Nei, en þarna sem sagt ungfrúin að heimilinu undirbúa jólin og hún að hengja upp mistilteinin, svo þið sjáið, vönda mistilteini og hann hafður hann í öndvegi í stofunni og það dansað undir honum og allt fer nú siðsamlega fram og það svona, já, þetta undir eftirliti en maður sér svona að ungir piltar þeir hugsa sitt, sýnist á þessari mynd, orðnir mjög ástleitnir. Nú og jafnvel afi gamli, þið sjáu þegar hann fann að stíga í vangi við tengdadótturinn undir mistilteininum og sonurinn þarna áhyggjufullur í stíganum og já, svona tilur rétt að halda sig nærri. En þetta margt skemmtilegt í kringum þetta, auðvitað. Nú, mistilteini nú á tímum, þá þessum jólasíðum, mistilteinum í jólasíðum best viðhaldið á Bretlandi og öðrum einskumælandi löndum. Það fjöldi jólalag og söngva mistilteinin. Jafnvel á Íslandi hefur Latti gert texta við lagið Snjókorn falla, kannastu það, þar sem sungið mistilteinin. En mistilteinin hefur aldrei verið, hann hefur aldrei komið hingað og verið tekinn inn í jólahald hér og sennilega stafar það nú því að við okkar jólasíður koma kannski frá Danmörk og Norðurlöndum en ekki frá Bretlandi. Ég ráð fyrir því og við höfum heldur ekki þessa plöntu hér en þessir síðir hafa breiðst víða út og eru komnir sennilega bara til Kína. Nú, bærinn Tenbury Wells í Bretlandi sem norðvestan við London í Worcesterskíri, hún sögð vera mistilteins höfuðborg heimsins. Og þar voru haldnir mistilteinsmarkaðir fyrir jólin í yfir 100 ár. Og það leit út fyrir svona 10 árum að þeir var að lognast út af, en mönnum þótti það ekki sæmandi, þannig að þeir fóru að halda svokallað mistilteinshátíð 2004 og hafa gert það síðan.
og þar eru seldar mistilteinn og fleiri plöntur eins og hérna kristhyrnir og þetta sem menn skreyta hús sín með. Og hér sjáum við einmitt drúída sem voru svona eins konar prestar keltana. Þeir eru halda þarna mistilteininum og gullnu sigðin á lofti á upp að mistilteinshátíðarinnar í Tenbury. Og fólki fer greinilega klyfjað heima mistilteini á markaðnum eins og þið sjáið og ætlar að hafa svona ástrík jól. Halda ástrík jól. Nú hér sjáum við frá þessum slóðum þar sem að mistilteinin vex í trjám verið að klippa niður, en þetta eru miklir brúskar og setja svip á umhverfið. Mistilteinir talið vera á undanhaldi í Bretlandi vegna þess að ávaxtatré og ávaxtagarðar garðar með ávaxtatrjám eru svona hverfandi, þannig að hann er að missa fótfestu. Nú síðan má geta þess, þegar ég var nú undirbúið þennan fyrirlestur og þá var greinilegt að sumir í hádeginu hérna við hádegisverðarborðið, þeir voru mun betri í bókmyndunum en ég. Þeir voru að tala um mistiltein og sögðu að hann kæmi fyrir í Asterix bókunum eða Ástrík sem er frá Gaulverjabæ eða Galileíu sem er hluti af þessu gamla keltalandi. Og bók númer 2, ég fann þetta á netinu, sem kom út þessari seríu, hún heitir einmitt Asterix og gullna sigðin og segir frá því mikla áfalli sem varð í þorpinu þeirra þegar að einn drúidinn braut sigðina og þess vegna var ekki hægt að halda hina árlegu mistilteinsráðstefnu og saga snýst það þegar fara til Rómar, þeir fara til Parísar að láta smíða fyrir sig nýja sigð, en þeir þurftu að hafa mistilteinin til að halda Rómverjunum frá sér. Þannig að víða kemur mistilteinin við sögu. Nú þá ætla ég ekki að hafa þetta lengra og segi bara takk fyrir og eigið þið gleðileg jól. Takk fyrir. Við höfum tíma fyrir umræður ef þið viljið ræða eitthvað nánar mistiltein eða spyrja Borgþór eitthvað nánar. Og ég aðeins skjóti neinu. Ég hringdi hérna mistiltein, hann er hérna í loftinu, hérna í salnum. Þannig að ef að þið til dæmis eruð með spurningu hérna aftasta bekk fyrir Maríu þá hugsanlega getið þið smellt á hana kost. Eða eitthvað annar sem stæði upp þarna. Ég verður að þakka Borgþóri fyrir þetta ágæta erindi og það mér dálítið spurn að því sko við erum mættir hérna í salnum Baldurs félagar. Við erum í Lionsklúbbnum Baldri og við erum hinnir björtu menn sem eru eins og Baldur var, bjartir góðir félagar og við erum hérna mættir til þess að hlusta á þetta og hvernig fór höður að drepa Baldur með mistilteinunum, það mér alltaf ráðgáta vegna þess að þetta er runni og þó hann hendi runna að Baldri þá er það furðu sætt að Teddy skulle hafa lent í gegnum Baldur og drepið hann. Ég held að það sé hvergi bein spýta í teininum en einhvern veginn hefur þetta skeð. Ég ætlaði að leyfa mér
að fara hérna með vísu í tilefni af því að við Baldursfélagar mætti þetta. Frá Baldurs gæfu ég greini og honum gat ekkert orðið að meini. Hann var alheimsins yndi, uns ásinn hinn blindi, myrtan með mistilteini. Þetta limra. En eins og við sáum þarna, það var á jólunum, var mistilteinninn hengdur svona upp og ef maður lenti undir mistilteini með kvenmanni, var karlmaður, þá gat hann beðið sér konu undir teininum. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra. En hvernig var þetta að drepa hann? Já, þakka þér fyrir Sturla. Þetta var skemmtilegt innlegg hjá þér eins og jafnan. Ég nefnilega hef velt þessu líka fyrir mér. Hvernig gat vöndurinn farið í gegnum Baldur? Ég skil það ekki alveg. Sumar sagnir segja að það hafi verið gerð ör úr mistilteininu. Og hún hafi verið í örvarótinu sem vann á Baldri. En þetta verða menn bara að ímynda sér. En Snorri segir að hann hafi kastað vendi að Baldri og hann nú kannski eina besta heimildin þetta. En við verðum bara að trúa Snorra. Já, og þegar að Baldur var dáinn, þá var farið allar jarðir til þess að reyna að fá alla til þess að fyrirgefa Herði og seinna meir þá áttu allir að gráta Baldur til þess að heimta nú Helju og það voru allir sem vildu gráta og eins og við veitum þegar steinn borinn inn úr kulda inn í hita þá grætur steinninn og allir grétu Baldur nema einhver kettling inni í helli sem hét Þökk og sagði Þökk mun gráta þurrum tárum og hún ætlaði ekki að gráta Baldur. Ekki einhver annar sem vill leggja eitthvað til máluna? Er ekki fleiri hagyrðingar hérna? Hún sagði að hann lifði á sykri trjána. Sykrungum. Drekkur, Lífrænum efnum. Já. Drekkur sykur. Gengur hann aldrei frá trjánum? Gjóri ekki svona? Það nú víst ykkur dæmi það, en hann er mjög þurrum, til dæmis á þurrum svæðum í Ástralíu þar sem hann vex á eukalyptus trjám. Hann er mjög duglegur við að taka upp vatn, þannig að hann sígur það eiginlega fastar en tréð sjálft og þegar það er komið inn í tréð þá nær hann því til sín og það fer ekki út í greinuna sem utar eru. Þannig að hann getur, hreinlega drepið trén og þó auðvitað steypir hann undan sjálfum sér en hann fer mjög illa, gengur mjög nærrið. Þetta væntanlega hægt að koma honum upp í gróðurhúsi hér á úti? Það ekki ósýnilegt að ef menn hafa þolinmæði til þessu réttu trén eins og til dæmis eplatré og þá sennilegt að megi fá hann til að spíra og vaxa á þeim. Annars bara að bíða eftir að loftslagshlýnuninni. Og ef það ekki fleiri spurningar þá þakka ég þér fyrir Borgþór, þakka ykkur fyrir komuna, hafið það gott jólin og sjáumst í janúar.